Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það er 21. desember fyrir þá sem að hlusta hér eftir á. Og nú erum við komin yfir í sundið og línuna er komin afrekssundkonan Eygló Gústafsdóttir. Komdu blessuð og sæl. Hæ. Hvernig hefur það? Bara mjög gott. Já, þú ert nýkomin til landsins eða ekki? Jú, ég kom bara á 50 daginn sinnstöku. Já, og hvað ertu búin að vera að gera að þér síðan að þú náðir í brons á Evrópuleikunum á dögunum? Ég keppti náttúrulega eftir helgin eftir það, en svo er ég bara búin að vera í jólafrí. Ég svona smá frí, þannig að ég er bara búin að slaka á senstu 2 vikurnar. Já, og það er nú heldur betur búið að vera mikið törn hjá þér núna í desembermánuði. Það er náttúrulega búið að vera, er það ekki bara mót eftir mót? Jú, það er náttúrulega, þetta var aldrei svona upptekinn desembermánuður. Þess vegna líka fínt að fá smá frí. Svo fer ég aftur til útlanda á laugardaginn og fer svo í æfingabúður og svona. En þú byrjar þennan desembermánuð á því að náðir í 2 brons verðlaun. Já. Og það var í 100 metra baksundi og í 200 metra baksundi í bara Evrópumóti meðalara bestu í Evrópu. Hvernig var svona að koma í mark og sjá að þú værir í 3. sæti? Það var náttúrulega ótrúlegt. Þetta er eitthvað sem ég get eiginlega ekki lýst. Ég fæ alltaf gæsahúð þegar ég hugsa út í þetta, sko. En þetta var bara fór fram öllum mínum væntingum og þetta er alveg æðislegt. Og hvernig er búið að vera svona eftir Evrópumótið? Það er náttúrulega búið að vera mikil umfjöllun og mikið að gera hjá þér? Já, það er búið að vera það. Það voru mikið verið að viðtölum og svona. Þetta er alveg, ég er ennþá í smá sjokki sko yfir þessu. Maður svona trúir sér varla ennþá. Þetta er hægt að maður sé komin heim og það er svona langt síðan þetta gerðist. En þú fékkst viðurkenningu núna á dögunum að þú varst valin íþróttakona Reykjavíkur. Já. Og það er náttúrulega enn einn heiðurinn. Já, þetta er ekkert smá flott að fá svona viðurkenningu og þetta er bara ekkert smá heiður að fá að standa og taka á móti viðurkenningu að vera íþróttakona Reykjavíkur. Þetta er æðislegt. Já. Og þú varst mitt valin hlustendum okkar í fyrra íþróttamaður ársins, þannig að það má segja að þú takir framförum í jafnvel líka frá því fyrra þegar maður hélt þú getur ekki toppaði það jafnvel. Já, þetta er búið að vera æðislegt ár. Ég eiginlega bara þetta hefði ekki geta verið betra ár. Þetta er alveg bara þetta ár var eins fullkomið að það var gæt verið, en ég núna bara að æfa og gera enn betur næsta ári. Og það er náttúrulega núna næsta ári, það er náttúrulega Ólympíuleikar, það er kannski það stærsta? Já, það eru 8 mánuðir í Ólympíuleikunum, það er náttúrulega maður er farin að vera smá stressaður, en það er bara að gera bara æfa það eins og brjálæðing og svo maður sé tilbúinn og verði hraður og gera eitthvað vel. En hvað byrjar á að gera núna á nýju ári? Það er náttúrulega ég er að fara til á franska nýlundu í Karabíska hafinu og verði þar að æfa með þjálfarunum mínum og nokkrum liðsfélögum. Þannig að það árið byrjar mjög vel, sko. Já. En hvað ert að æfa mikið? Svona, kannski almennin hlustandi, hann áttar sig kannski ekki á að vera góður í sundi. Allan eins og að vera meðal 8 bestu á Íslandi, að þá skildist mér á einu þjálfarum sem var í síðasta þætti að þá væri það æfingar 6 sinnum í viku jafnvel. Já, það er sko, ég æfi 2 á dag, alla virka daga vikunar og svo er einu svona laugardögum, það er allavega 11 sinnum í viku. Þú þá að synda stanslaust baksund eða? Nei, þetta er æfingarnar er mjög fjölbreyttar í sundinu og það eru aldrei eins og þetta er maður æfir mikið meira heldur en bara eitthvað eitt, sko, þannig að Hvar æfið þú núna þessa dagana? Í Laugardalslauginu. Æfið var með liðinu mínu.
Og hvernig svona aðstæðan hún búin að breytast mikið frá að þú byrjaðir að synda fyrst? Já, náttúrulega, ég byrjaði held ég einhvers staðar í Breiðholtslauginu held ég hef byrjað og svo æði ég held ég smástund í Ölfuslauginu sem útilaug bara í grunnskólanum mínum. En svo náttúrulega þegar Laugardalslaugin kom þetta var ekkert smá mikil breyting og það alveg æðislegt að fá svona aðstöðu. Þetta bara, ég get sagt að þetta bara eina bestu aðstæðunum, svona æfingaraðstæðunum í Evrópu, sko. Það ekki margar svona laugar í Evrópu. En já, það kannski aðstæða góð. Þjálfunin hérna á Íslandi, hún líka svona rosalega góð? Já, hún það. Það fullt af frábærum þjálfurum og liðum á Íslandi og það er bara hægt að gera margt við sundfólkarna á Íslandi og það er sjens fyrir alla. Ertu búin að setja þér einhver markmið núna fyrir næsta ár? Já, markmiðið mitt núna er bara að æfa, bara eins og brjálæðingur og svo setja ég mér betri markmið þegar ég er búin að standa með æfingum. Já, nákvæmlega. En þú segist æfa tvisvar á dag og laugartöfum líka þetta. Já, þú verður aldrei þreytt? Jú, þetta er náttúrulega erfitt en þegar maður er ákveðin og ætlar sér að gera eitthvað þá verður maður bara að taka á því og bara að berjast í gegnum það. Þegar maður fær að standa á palli á Evrópumeistaramótinu þá kemur þetta saman og þetta er alltaf sverði og bara leður maður markmiðinu sínu þá skiptir engum máli hversu mikið maður er búin að svitna og drepast í lauginni. Maður gleymir því öllu. En er sundi eina íþróttin sem að þú alltaf stend að vera í? Já, ég hef verið í sundi alveg þegar ég var 5 ára en ég hef líka frjálsar eitthvað smá. Þegar ég var, held ég 2 ár þegar ég var svona 12 ára eða eitthvað, kringum það tímabil. En það hefur alltaf verið bara fyrst og fremst sundi, sko. Já, nákvæmlega. Og já, nú er náttúrulega bronsið og með ólympíuleikana sjálfa, ertu með eitthvað svona sérstök markmið fyrir þá? Já, það er bara ég held ég bara með sama hugarfarin í næsta ári. Ég gerði fyrir Evrópumeistaramótið, bara að hafa gaman að þessu, njóta þess að vera að synda með að læra best í heiminum. Það bara ætla ég að leyfa ég að koma í ljós hvernig það gengur, sko. Já. Svona í lokin áðurinn sleppið, hvernig eru svona jólaháttíðina hjá þér? Bara mjög rólegar. Ég fæ að eyða jólunum með fjölskyldunum minni heima hjá mér og svo fer ég bara út 27. þannig að ég stoppa stutt, sko. Okay. Eygló Gústafsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi vel. Já, takk fyrir það. Bestu þakkir. Takk. Já, farið ekki langt hlustu góðir. Næsti viðmælandi er Hannes Sigurbjörn Jónsson, formaður Körfuboltasambandsins. Körfubolt árið 2015 náttúrulega er búið rosalegt og náttúrulega í fyrst skipti sem að íslenska landsliðið keppti á svona stórmóti. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn Mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.